Númer 9, Lára Kristín Pettersen. Númer 11, Guðný Lena Jónsdóttir. Númer 17, Kristín Tryggvadóttir, fyrirliði. Númer 22, Heyrðu sárt, skora mark í erfiðum leik þar sem að bæði liðin að berjast virkilega vel. Afturhalding kemur hérna til að berjast alla bolta eins og þeir gerðu í fyrri hálfleik. Við vorum frekar slakar í fyrri hálfleik og hérna fórum yfir þetta í hálfleik hvað þyrfti að lagast og það var aðalega hugarfarið og viljinn og baráttan sem þurfti að laga hjá okkur og það breyttist í seinni hálfleik. Eftir markið þá vorum við að spila miklu betur, vorum við að spila með sjálfstrausti. Við höfum bara þurft að fylgja því eftir og setja annað því að 1-0 fórusta náttúrulega engin fórusta og eins og sást núna við erum 5 sekúndur frá því að klára hennar leik. Ég er líka ósáttur við að við höfum gefið horn á þessum tímapunkti í leiknum þar sem að þær eru með mjög stóran og sterkan skallamann hjá sér og ég er líka mjög fúll út í það, við náðum ekki að stoppa hana því að hún er stórhættuleg í hornum en mjög sárt að ná ekki að klára þetta. Já, það var nú einn þjálfari daginn sem sagði að það ekki til 6 stiga leikur, það bara 3 stig og eftir þennan leik þá erum við ekki í fallsæti, við erum með afturhalding ennþá fyrir neðan okkur og þannig að það er allt opið í þessu og þetta er bara einn leikur, það eru 9 leikir eftir. Markmið okkar í ár var náttúrulega að sýna öðrum liðum að við eigum heima hérna og okkur sjálfum líka. Og að við gætum þetta, nýkomnar upp úr fyrstu deildinni og vera nýliðar og svo framvegis. Ég tel okkur hafa sýnt það að við erum búin að spila alveg ágætis bolta og við erum ekki búin að vera að fá nein stór högg á okkur. Við erum búin að standa í þessum stóru liðum með alla sína skyttur og alla sína reynslu. Og það er náttúrulega það sem maður er sáttastu við. Náttúrulega okkar markmið er að sjálfsögðu að spila í hóp þeirra bestu á næsta ári og við erum ekkert hætt við það. Það er nóg eftir og stutt í KR og Grindavík og Afturelding fyrir neðan okkur. Og nú hefur við 2 heimaleiki í röð núna, bæði á móti Breiðablik og svo kemur Stjarnan. Og við ætlum að fara í alla leiki til þess að hirða ykkur stig og berjast til síðasta blóðdropa, bíta í skjaldar hendur og allur sá pakki. En við bara, auðvitað vildum við vera með fleiri stig en svona lífið, við þurfum bara að halda áfram. Þetta eru náttúrulega 3 sterkir leikmenn og Mallory markmaður og Sassa, Alexandra hann að djúpa miðunni og svo Fanny upp á topp. Þær hafa alveg staðið fyrir sínu og þeir eru mjög góðar.
En það ekki nóg, af því það eru 11 sem spila leik hverju sinni og 18 sem í hóp fyrir hvern leik. Það ekki nóg að einhverju 3 sé að standa sig, heldur það þurfa allir að standa sig og allir að leggja hendur á vogarskálar. Þannig að við erum svona dálítið að brýna á því að við þurfum að halda einbeitingu í 90 mínútur plus eins og sást í dag. Við heldum einbeitingunni ekki alveg nægilega vel og ef við höfum gert það þá höfum við klárað leikinn. Við náttúrulega eins og sennilega flest öll liðin í deildinni eru að horfa í kringum sig og við erum ekkert eitthvað öðruvísi en þau lið. Það bara spurning hvað við getum gert. Og við viljum náttúrulega sjálfsögðu vera treysta á dálítið okkar stelpur sem unnu fyrir þessari veru í þessari deild. En við þurfum náttúrulega að gera okkur grein fyrir því að við þurfum helst að styrkja hópinn og ef við ætlum ekki að fara niður aftur. En við munum reyna að gera það á góðan hátt. Já, til dæmis núna í dag þá byrjaði Harpa í byrjunarliðinu, hún í öðrum flokki. Sofía kemur inn á, hún náttúrulega annar flokks leikmaður en hefur verið fastamaður í meistaraflokki en að komast upp eftir veikindi núna, þannig að við væntum mikils af henni núna í komandi leikjum og baráttu. Sara kemur inn á sem í öðrum flokki líka. Þannig að það eru stelpur sem að bíða eftir sínu tækifæri og að æfa með meistaraflokki og að standa sig vel. En þær þurfa bara að halda því áfram. Framtíðin björt og hún bjartari. Ef við náum að halda okkur uppi, þá getum við horft fram á veg og haldið áfram byggja upp á það góða starf sem við erum búin að vera að vinna síðustu 2,5 ár. Og við munum bara halda því áfram og halda áfram að berjast. Þú liðið þróttur eða ekki? Ég fer ekki mikið út, hjónabandið í hnút. Mér finnst það voða leitt að mega ekki neitt, sit bara einn og spila nú.